Sögukort, ítarefni fyrir landafræði Íslands. Í þessu verkefni eigið þið að búa til sögu ágrip. Þið velja ykkur viðfangsefni í sögu Íslands, ekki Færeyja eða Noregs eða Bandaríkjanna, heldur sögu Íslands og fjalla það tiltölulega ítarlega. Tökum bara skref fyrir skref. Við byrjum á því að sjálfsögðu að finna viðfangsefni. Til þess að finna viðfangsefni er gott að nota þessa síðu hérna, hjálpagögnum. Þetta er bara hlekkur að krækja inn á Wikipedia og hérna höfum við svona stiklað stóru það sem gerst hefur í sögu Íslands og gott er að velja sér eitthvað sem mann þykir sjálfur svona lítið spennandi að minnsta kosti. Sturlunguöld til dæmis hérna, eða siðaskiptin, einveldi eða hvað sem er. Já, þegar við búin að velja viðfangsefni þá þurfum við að gera stuttan útdrátt viðfangsefnið. Semst bara góðan texta sem að segja svona nokkuð skýrt og greinilega frá því sem gerðist. Að því loknu þurfum við síðan að merkja inn á eina blaðsíðu í landafræðiheftinu. Og þá er ég að meina þið veljið bara eina blaðsíðu hérna í heftinu þessu hérna og þegar merkja inn staðsetningarnar. Sem sagt ef við segjum að þið veljið siðaskipti, þá er 1533 fyrsta lúterska kirkjan vígð hérna í Hafnarfirði og þá bara merkið þið hérna inn á Hafnarfjörð, gerið línu og skrifið þið fyrsta lúterska kirkjan. Já, og já, og síðan er að gera tímaás. Þegar búin að merkja inn staðsetningar þá gerir tímaás og tímaás það á ég einfaldlega með einhverju í þessa áttina. Þetta gerir ártölin og merkið inn á atburði varðandi þetta viðfangsefni sem þið eigið við. Og hérna eitt dæmi, hérna er þetta hönnun í Danmörku, Kåre Klint, Fabokstólinn og Lego og allt svona hérna, allt merkt með ártali, ekkert meira að tala en það endilega, þetta er óþarfi svo sem. Og hérna höfum við öðruvísi tímaás, hérna er kort, hérna er Ísland og verið að sýna ferðir Leifs Eiríkssonar og það er bara örvar og síðan er nú hérna tölunar, fyrir ekki ártöl merkt hérna fyrir neðan. Að lokum er ég með eitt í viðbótina, kíkjum við að sögukortina. Það má líka skila svo einfallega svona, eða PowerPoint, Excel-skjali, hverju sem er. Skiptir nú ekki máli, bara það að ártölin komið fram og smá upplýsingar það sem gerðist. Að lokum já, það er fullt af bókum og bókasafni sem ég notað. Google er að sjálfsögðu gott í þessu, eins og öllu öðrum. Og hérna er Wikipedia síðan inn á sögu Íslands. Og það eru býsna góður upplýsingar þar, þannig að þið getið notað þær. Gangu vel, takk fyrir.